byrjum þáttinn hérna hjá Karli Heiðni, hvað að frétta? Já, náttúrulega kannski helst að það staðfestist í dag að Ragnar Þór ætlar að bjóða sig fram sem forseti ASÍ. Hann sagði það nú svo gott sem hér. Já, einmitt, en staðfest í dag. Þannig að það spennandi bara. Mér líst vel að það spennandi? Það ekki bara ljóst hann fæði, það ekki sem bjóða sig fram á mótorum. Ef hann með Eflingu og VFR og búinn að tryggja sér stuðning iðnaðarmannanna, þá hæpið að nokkuð bjóða sig fram á mótorum. Nei, mitt virðist frekar öruggt og það bara, mér finnst það jákvætt og bara gott mál. Svo líka forstjóri Landspítalans í dag, Rúnólfur Pálsson, að hringja viðvörunarbjöllum. Enn og aftur erum við að fá viðvörunarbjöllur frá heilbrigðiskerfinu. Við höfum nú talað við lækna hér á bróðavaktinni og hjúkrunarfræðingar sem hafa hætt. Og þetta náttúrulega svakalegt ástand og einhver daginn, annarkoð trínur þetta eða stjórnvöld gera eitthvað til þess að laga þetta. Já, akkurat, en með það sem að Bjarni búin að vera að segja, þá bara á að koma vel. Nei. Hann leggur til einkavæðingu. Góð lausn fyrir þá ríku og efnameiri en ekki fyrir samfélagið. En hann talar að Rúnólfur Pálsson að þessir 14 hjúkrunarfræðingar sem að sögðu upp störfum bara í byrjun september að hann segir að þetta fólk sem eins og við höfum verið að sjá býr yfir mikilli reynslu og þekkingu og bara hrikalegt fyrir Landspítalann að missa. Þannig að akkurat að við erum komin á þann stað þar sem að besta og reyndasta fólki að fara þegar álagið ennþá að aukast. Þannig að já. En svo Sonja Ýr, Þorbergsdóttir formaður BSRB að kalla eftir því að það var einhverjar raunverulegar aðgerðir frá ríkisstjórninni til að styrkja ólíka hópa, til dæmis gegnum barnabætur. Hún segir að skorti, já, og líka það allir ekki. Ég reikna með því að hagfræðingarnir úr BSRB og ASÍ og BHM muni taka undir þetta núna eftir. Ég ætla að ræða við þau fjárlagafrumvarpið og þá heyrum við gagnrýni verkalýðshreyfingarinnar á það. Það þarf að koma hart fram, algjörlega. Hún segir líka frá BSRB að þau sé að skila auðu, ríkisstjórnin að skila auðu í húsnæðismálum, annað en það sem að Katrín var að segja í eldhúsdags umræðanum í gær. Þau hafa reynda sagt að það muni koma eitthvað dularfullt seinna mér, að aðgerðirnar sem að Sigurður Ingi ætlar að gera og sem á að koma út úr starfshópið þjóðhagsráðs og fleira, að það muni koma í ljós seinna. Traustvekjandi. Heitt og heldur. Allir þingmenn Pírata, Samfylkingarinnar og Viðreisnar lögðu fram þingsályktana í dag þjóðaratkvæðagreiðslu að framhald viðræðna við Evrópusambandið og þau vilja að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram við árslok 2023. Þannig að meðan að þessi ríkisstjórn situr. Já. Þannig að þessi ríkisstjórn mun sækja aðild að Evrópusambandinu. Ég sé það ekki alveg gerast. Nei, það er gáðlegt. En já, það væri gaman að fá þjóðaratkvæðagreiðslur stundum og að þær séu virtar. Já, kannski byrjaði að virða það hvernig það verið gerðar. Það var fyrsta atrið. En svo eru kvikmyndagerðarmenn líka að furða sig á því að það niðurskurður í framlegum til kvikmyndagerðar í fjárlagafrumvarpinu. Svolítið mikill, þriðji farinn. Já, eitthvað 480 milljónir. Það munar það eru 2-3 bíómyndir. Nei, mitt. Ég heyrði Bjarna í útvarpinu í morgun, ég man ekki á hvað stöð það var. Þá var hann eiginlega haldaði fram að styrkja þessast endurgreiðslan fyrir fyrir að vera að framleiða útlensk stefni þáttaraðir eða bíómyndir, að það myndi eiginlega bæta þetta, þannig að fólki fengi alveg nóg að vinna við að búa til myndir. Hann leiti á þetta sem atvinnugrein, en upphaflega var að vera að styrkja kvikmyndagerð að því þetta listgrein og þetta hluti af því að halda upp íslenskri menningu. Það var ekki sans hjá honum fyrir því í þessu viðtali, en það var nú tekið og maður okkur að keyra á bíl, þannig að hann kannski var ekki að hugsa alveg það sem var að segja. Nei, það nú við talað að True Detective sem hafa framlega hérna muni koma með 9 milljarða inn. En þeir... Við borgum líka 3 milljarða fyrir það. Já, þeir eru rétt á 35% endurgreiðslu og þetta HBO. Og segir þessi snjallu business að kaupa 9 milljarða fyrir 3 milljarða. Já, ég veit ekki, kannski. Nei, ég veit ekki. Skrítið allt saman. Talandi 9 milljarða, að þá hefur Samkeppniseftirlitið samþykkt söluna á Mílu en kaupverðið er svolítið búið að lækka núna í 69,5 milljarða. Síminn fær greidda einhverja 33 milljarða í reiðuféði beinum hörðum peningum sem er alltaf að greiða hlutuðum sínum. Já, og áætlaður hagnaður Símans sem er að 2/3 hluta í eigu lífeyrissjóðanna er búin að lækka út af þessum breytingum og samningnum. Áætlaður hagnaður er búin að lækka frá 47 milljörðum í 38 milljarða sem eru með 9 milljarða krónum. Ég ætla ekki að gráta það sko. Þetta hluthafar Símans ganga fremst í því meðal hluthafanna í Kauphöllinni að skræla fyrirtækið innan.
Þeir hafa keypt eigið bréf, þeir hafa borgað sér arð, núna eru þeir að selja innviðin út úr félaginu til þess að geta greitt sér, eftir mun standa bara einhver skel, þetta gamli Landsíminn, sem var seldur á síðan tíma fyrir, ég held að sé á núverið svona 150 milljarðar, en þegar Orri sem núna forstjóri, keypti hlut, ég mani að þetta endaði hjá KB, þrotabúi KB banka, að þá var metið að þetta væri svona 32 milljarðar sem að væri virði, eða svo á núvirði, þegar hann keypti. Þannig að þessi hluthafi að græða óheyrilega mikla peninga og raunverulega eru þeir ekki að gera neitt, sko, nema þeir eru bara að skræla þetta fyrirtæki innan. Þetta er gríðarlegt vandamál. Núna er það að skræla að innan fyrir enn minni pening. Þeir eru að skræla hana innan fyrir 9 milljarða minna. Ég græta ekki þótt að þið fái 9 milljónir með, þeir eru búin að taka nógu mikla peninga út úr þessu. Akkurat. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að þarf að fara að ræða í samfélaginu. Ef við horfum á félögin í Kauphöllinni og tökum samanlagðan hagnað þeirra, að þá eru 80% af hagnaðinum sem að hluthafarnir taka. Það er alltaf verið að segja að við verðum að passa okkur að taka ekki mikil fjármagnstekjuskatt eða eitthvað því að það muni draga úr fjárfestingu og öðru slíku í atvinnulífinu. En vandamálið eru náttúrulega eigendurnir eru að blóðmjólka þessi fyrirtæki. Algjörlega. Og Síminn og hlutahópur sem kringum hann eru þeir sem hafa gengið lengst í þessu. Núna eru búin að selja innviðina af Mílu sem eru bara innviðinni sem voru byggður upp í Landsímanum þjóðinni, þetta er bara það þjóðareign. Nú erum við búin að selja það til Frakklands. Yes, way, fyrir smá gróða. En svo einn frétt að því vorum að tala Suður Ameríku í gær og það var hátíðadagur í Nicaragua í gær sem að mér var svolítið merkilegur. Það voru að dansa á götunum og allt saman að það voru að halda upp á orustu sem átti sér stað 1856 og þá voru 180 manna her innfædra sem sigraði 300 manna málalega her sem var á vegum William Walkers sem var svona málalega hersöðingi frá Bandaríkjunum sem ætlaði sér að gera Nicaragua að nýlendu og þetta er einhver hátíð sem er haldin árlega í Nicaragua þar sem þau náðu að berjast gegn nýlendustefnu. Við vorum einmitt að ræða Nicaragua og Suður Ameríku við þá bræður Erp og Eyjólf í gær. Hvet ykkur til þess að fletta því upp á YouTube og finna það. En núna ætlum við að ræða fjárlögin sem eru eiginlega stóra frétt vikunar.